sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Á bjartasta degi ársins, eða þannig, allavega sólin loksins komin. Það fjölbreyttur þáttur framundan og meðal annars förum við í heimsókn til Sigurjóns bakara í Sigurjóns bakari sem fagnar 30 ára afmæli þessar mundir. En þaðan liggur leiðin til Hannesar okkar, við eigum okkar Hannes. Hann á verðlaunagarð, glæsilegan garð í Keflavík og við kíktum til hans og Þórunnar eiginkonu hans. Og síðan það Árni okkar, ungi fréttamaðurinn, hann með Árnafréttir, kíkir á leikskólan Gimli og fer með vinnuskólanum í Fjölbrautaskólann. Komið með okkur. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Já, það við hæfi að nota fyrsta sólardaginn í sumar, eða þannig, til þess að kíkja í eitt fallegasta garðinn á Suðurnesjum og við erum hérna við Freyjuvelli í Keflavík og hér eru þau Þórunn og Hannes og mér skilst að Hannes, að þú sért nú eigandinn af þessum garði, hún bara meðeigandi. Ég gerir náttúrulega bara alltaf sem mér sagt. Já. Svo fer ég út að vinna. Ég svona 12. Já, 12. Ég 12. Ég hvet hann áfram og gefa hann kaffi og stundum bjór. Já, þá gengur þetta betur. Já. Þá var ég viljuri. Það ekki? Já. Hvernig gerist svona lag? Á mörgum árum eða? Sko, þetta búið að taka okkur. Við kaupum húsið 2004 og fyrstu 1-2 árið þá var maður svona eitthvað að reyna basla við að halda í það sem var eiginlega bara þessi hluti pálsins. Já. Og svo þetta var nú eiginlega svolítið skemmtileg saga, sko. Málið var það að við fluttum hingað og ég bara saklaus maður úr Kópavogi og ákvað að fara og heilsa upp á nábúann. Já. Sem á þessum tíma var bæjarritari líka. Og hann tekur mér nú vel og tók í hendina á mig og kynnti sig og ég kynnti mig og svo segir hann og lappar aðeins út fyrir á hurðinni og segir en hér það nú ýmislegt að gera. Og ég bara hváði við og hvað þarf að gera? Já, það þarf nú að rífa þessa steinkistu og svo þarf nú að taka planið og gera þetta svona sómasamlegt. Og ég hugsaði, jaha, eins gott að hlýða bæjarritaranum. Svo ég fór í það, 2 árum síðar, þá reif ég steinkistuna og flísalaði planið. Og svo var svona hekk fyrir framann sem ég ákvað og úr því ég byrjaði að rífa það í burtu og ætlaði að láta það nægja. Og svo bara slá grasið og vera ekki til einhverju blómarækt eða einhverju vesinni, sko. Og svo svo náttúrulega kom alltaf upp einhverja hugmyndir, já það væri nú fallegt ef og þá var ég komin út leið og hún sagði það, sko. Og þetta eiginlega hann svona, hvað maður segja, hann þróaði svolítið svona utanfrá og inn í garðinn, sko. Og við vorum búin að prófa að vera hérna með reynitré hér og þau eru öll komið þangað og svo þegar þessi pallur byggður, þá var ég eitthvað í einhverju voða bogatilfinning. Já, þetta boga dreigð og Þetta var nú eiginlega meira spurning hvort ég gæti smíðað í boga eða ekki, sko. Já. Og mér tókst það nú. Og svo hefur þetta verið svona bara að þróa smátt og smátt. En þú teiknaðir Já, ég skissaði þetta allt saman. Skissaði þetta allt upp. Tegnaði þetta allt upp, Hann náttúrulega innanhúsarkitekt, þannig að hann vissi hvað hann var að gera. Já, þetta úti. Já, ég veit það. Já. Það nýtist alveg. Já. Það kann ágætlega við sér. Já. Og svo var þetta, sko, þetta var einhver svona hugsun þegar við komum hérna inn fyrir að við hefðum svona, hvað maður segja, inngarð og útgarð. Maður sér þetta oft í Bretlandi, þá hafa þeir sko garð nálægt sér, þeir hugsa svona eitthvað smávegis svo að það einn fyrir utan sem að sér bara svolítið sig sjálfur. Já. Og það var einhvern veginn hugsun í þessu og svo var líka það að setja upp svona hús að því að sólin hún kemur hérna og svo komin þannig svona 8-9 leitið, þá hún svolítið farin. Já. Og þá hugsun við að vera sniðugt að hafa eitthvað svona þar sem við getum bara sest út og notið aðeins, sko. Og þá setti ég þetta bara inn í pallin og byggði eiginlega svolítið út frá því. Já. Og það hefur virkað vel. Við allavega notum þetta rosalega mikið og bara mikið á vetuna líka, sko. Setjum þann út rafmagnsblásar eða eitthvað, sko. Já. Og svo hennar lund köllum við nú alltaf Þórsmörk. Við hittust þar og vorum mikið þar fyrsta árin. Já. Og það var svona borð þar og Þetta svona, já, okkar staður. Fínt. Giftum okkur hér. Já, hér giftum við okkur.
Hvernig velur svo innanhúsarkitektin plöntur í þennan garð? Sko, það er eiginlega svolítið vandamál. Innanhúsarkitektin, hann er ekki mjög fróður plöntur. En þetta er að koma, sko. Byrjuð, þá var ég bara að taka það sem ég þótti fallegt. Já. Sundaði dós, annað hefur fengið að vera, sko. Já. Og svo er ég orðinn svona vandaður í þessu núna aðeins byrja að kynna með hvað plönturnar heita og svoleiðis. Já. Og eins og þegar menn koma og spurja alltaf, veistu hvað þetta heitir? Þá segi ég alltaf, já, ég veit alveg hvað þetta heitir, en ég bara manna alltaf. Sem að mér finnst eiginlega bara ágætt svar við þess að því mér finnst kannski nafni ekki skipta mestu, þannig að þetta kemur út í endan. Já. Það er oft dæmi það, sérstaklega kannski í sumarbústum, fólk að setja niður tré og annað og svo þegar þetta loksins komið upp, þá þarf að fara að taka þau niður. Já, þessi voru reyndar þegar við komum hingað, sko. En þarna var ekki, þessi birkitré, og það er alltaf ekki 12 ár síðan, þá kaupum við þetta og þá var þetta 1,80 á hæð. Já. Þannig að þau sýna svolítið vel, sko, að það græri vel á Suðurnesjum. En þarf maður ekki að vera með alveg ultragrænar hendur til þess að eiga svona garð? Jú. Þarf þetta ekki að vera áhugamáli? Þetta er áhugamál. Ég hef bara staðið í dyragættinu og hvatt hann áfram. Gefið hann kaffi og kannski stundum að borða. Já, og einn og einn bjór. Einn og einn bjór. En sko ég er ekki með græna fingur þannig, en mér finnst mjög gaman að rækta krydd og gera það út í gróðurhúsi. En sko, það er með ólíkindum hvað hann hangir í þessum garði. Hann er vaknaður klukkan 7 og stundum þyrfti ég labratæki til að tala við hann. Og þú sem aðfluttur, hvað segir við að fara á Suðurnesjum? Ég segi að veðurfarið sé hvergi betra. Ég talaði við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingum í þeim og hann var að segja mér sko að ég var nú að reynda bara að spyrja hann út í þetta og þá sagði hann mér sko að vorið kemur 3 vikum fyrir á Suðurnesjum að því frost eru jörðu fyrr og það var í svona cirka mánuði lengur að því svo nálægt Suðurpól, miðbaugnum. Og þannig ætla ég bara að hafa það. Það er bara að henta vel. En ég er nú alveg upp í Hólmsvelli í Leiru, þú veist, og þar er mjög gott gras. En þetta er nú ansi fínt gras hérna. Já, þetta er eiginlega það sem ég hef lagt langmest af inn í. Já. Þegar við komum hingað þá var þetta þannig að þetta var náttúrulega bara blettir fyrir út um allt og það var mosi. Og ég náttúrulega fór í það að leigja mér svona, hvað kallar maður þetta, mosatætara. Já. Og mosatætti þetta og ég held að það hafi verið 15 pókar fyrsta árið, 10 pókar næsta árið. Eitthvað svoleiðis. Svo hafði ég einhvern tíðan heyrt talað að gras hefði rosalega gott af súrefni. Og þá datt mér og átti svona, hvað kallum við þetta? Gadda. Gadda, já. Svona ísgadda og ákvaði svona þegar var orðið aðeins rökkvað að rölta hérna út sko. Og grannarnir þeir eru náttúrulega byrjað að kannast þegar ég sé svona. Þannig að þeir ákváðu ekki að ég væri ruglaður en fylgdust bara með. Og gekkst á göddunum? Ég rölti hérna á göddunum hægri vinstri alveg og fékk helling af lofti og hendi smá sand í það. Og svo fannst mér gaddan ekki gera nógu góð gött. Og svo fór ég í Bíkó og sá þessa skó sem að kallarnir nota þegar þeir eru að flota gólfin. Og þetta er svona gaddaskór og ekki eins og Hilma myndi segja að þetta væri vegna þess að það væri gaddur, heldur vegna þess að það væri gaddar á skónum. Já. Svo set ég þetta bara svona á mig að ekki sýna upp hvernig ég gerir það. Þetta er það. Þetta er ekkert mál og svo bara eyðir maður 2-3 tímum í að rölta fram og tilbaka á grasinu. Það. Það sést ekki einu svona á því sko, ef maður vandar sig. Og þá kemur súrefni ofan í. Eina sem þetta hefur gert, já ekki eina, en alltaf hleypt súrefni ofan í, en svo tók ég eftir núna í vor að ég kom með rosalega fínt safn af ormum. Já, já. Hér eru þeir skoskir sko. Ok. Þannig að það er, og svo slæ ég þetta náttúrulega sko, kannski 2 í viku eitthvað svona. Já. Hleypar yfir. Þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst frúin sem er með þetta. Ég fór í þetta ákvað að gefa mér sjálfum þetta í 60 samanlegskjá því að þetta er alltaf svolítið vesen að vera að rækta blóm sko og hlaupa með þetta út um allt í bílskúrun, inn í stofu og til þess að hafa þetta. En nú er maður komin svona með aðstöðu til þess að geta gert eitthvað aðeins meira.
Þannig að þetta hefur svolítið svona vaxið allt saman. Þannig að þú ert að rækta þarna alls kyns krydd eða þið og sumarblóm. Konan alveg í þessu sko, hún alveg í kryddinu. Ég í þessum blómum, hendi því niður í janúar sko og hef það aðeins inn í skúr og svo kemur þetta úti. Ég hef reyndar haft það þannig hinum einn. Svo sér hún bara þetta. Já. Það er fön hiti hérna inni. Ég fór hérna inni á. Það sé ekki, það 30 gráður. Já. Það ekkert, þetta bara eins og að vera í Rússlandi nema enga flugur. Hvað þetta margar tegundur af plöntum hérna í garðinum hjá ykkur, veistu það? Það sé ekki svona, ég geti alveg trúið að það væri svona einhvers staðar nálægt 100. 100 tegundir? Já. Ekki meira. Ég svolítið sko með þetta, ég svolítið eins og alkoholisti. Þetta eiginlega alveg ferleg staða sko, því að hérna... Prófa fleiri tegundir? Nei, málið það frúin þannig sko, hún náttúrulega, hún skynsemin í sambandinu sko og vill ekki að það sé verið að eyða peningum alveg hægri vinstri. Og svo þegar ég kem nálægt gróðustöð, ég má ekki keyra fram hjá gróðustöð, þá kaupi ég alltaf 1-2 svona lítil fjölarblóm. Geymið út í bíl í 2-3 daga að bíða eftir að hún fær eitthvað, svo fer ég að skuttla því niður einhvers staðar. Og svo hún bara að hissa allt í einhverjum blóm þarna. Og hún sátt? Já, hún alveg sátt við það sko. Já. En það eitt sem að maður skal hugsa sko, að það margir sem að kaupa á hverju einasta ári blóm, alls konar blóm, að ef maður fer og kaupir þessi fjölarblóm, 600-700 kall eða eitthvað, 800 kall kannski í gróðustöðunum, skuttla því niður. Og það er bara margt af þessu sko, þetta er allt svona fjölar og þetta kemur sko, þetta tekur náttúrulega einhver ár að verða af einhverju. Já. En þetta verður náttúrulega bara mikil prýði á endanum sko. Já. Og kostar ekki mikið og bara einu sinni. En þú sannar það með þessu, það er ekkert mál að vera með flottan garð á Suðurnesjum? Nei. Ég held að það sé miklu auðveldara með flottan garð á Suðurnesjum heldur en víðast hvar annars staðar. Já. Og hvað ertu að meina þá kannski, það er náttúrulega lítið... Það er lengdin á sko tímanum sem þú hefur til þess að rækta er bara meiri. Já, það er lítið frosti fer hérna. Veðurfræðilega. Já. Melónudagar í Netto. 30% afsláttur af safaríkum melónum hjá okkur. Netto. Luxus grillpakki með sérvöldum marineruðum grillsneiðum með 50% afslætti alla helgina. Netto. Sigurjón, 30 ára afmæli Sigurjóns bakarís. Þetta eru nú skemmtileg tímamót. Áttirðu von á því að ná því? Nei, ég var ekki búinn að pæla í því fyrir svona... Var nú kannski fyrir 2-3 árum að pæla fyrir að hætta að vera í baksturinu sko. Maður nálgar 60 og þá maður kannski að fara að pæla að fara að slappa af. En ég bara jók og keypti starra. Hélt þetta myndi kannski ekki vera svona rosalega mikið að gera. En það er þessu einu ári sem ég er búinn að vera með í kaffihúsið. Það er búið að vera alveg upp bara, sko, endalaust. Þú opnar hérna bakari hérna í hluta hússins 1988 og svo núna fyrir ári síðan þá opnaðu kaffihúsi sem við erum í hérna núna. Það var sem sagt svolítið bara sprenging þegar þú opnaði kaffihúsi. Já, ég opnaði 17. júní í fyrra og notaði 17. júní til þess að ég held að myndi vera rólegt, sko. Þannig að maður þarf eitthvað stundum að opna nýjan stað í rólegheitum. En það var bara aukning þrisvar meira heldur en bjóst við, sko. Ertu með skýringu á því? Ég held bara að bæjarbúar voru svo ánægðir að fá að geta sést niður, almennt kaffihús. Það er hægt að fá bara alls konar úrval, ég með mesta úrval á landinu held ég, pluss súp í hádeginu. Ég held að, og þjónustan, númer 1, 2 og 3. Og kannski staðsetningi? Já, hún er hérna lengst upp frá. Nei, ég held ekki. Það sé ekki, þannig að nóga bílastæðum, gott að komast að þessu. En allir voru að tala um það að ég væri svona útur. En ég held að bæjarbúar sé bara svo ánægðir að fá kaffihús og þeir koma allstaðar að. Það þarf ekkert að
segja annað það, sko. Hvað nú svona, þá starfsemin búin að breytast eitthvað hjá því núna? Þú veist, hefur þú þurft að bæta í úrval og annað eftir að þú opnaðir kaffihúsið? Ég ætlaði nú ekki að gera það, en það kom bara sjálfkrafa. Maður var að vera með rjómatertur og rjómarhingi og fullt af smurðu, allt miklu meira öllu og einhverja nýjungar. Sumt tók ég út og hendi og kom annað tilbaka, miklu flottara og betra og vera með þetta alltaf nýtt, nummer 1, 2 og 3. Og náttúrulega meira starfsfólk þar að leiðandi? Já, ég tvöfalda rúmlega það. Hvernig hefur það gengið? Það er gengið upp og niður. Flugstöðin tekur alla þessa eldri en ég með svona 15 ára og 16 ára sem fer ekki upp í leiðstöð og það gengur bara mjög vel en það lendir alltaf koninni. Konan alveg mín hægri hönd og hún rekur þetta eiginlega, ég vinn bara. En hvað svona, það nú gaman að spyrja bakarinn sem búin að vera í 3 áratugi, hefur þetta breyst eitthvað? Svona áhugi fólks á bakkelsi, hefur hann eitthvað breyst? Ertu ennþá með gömlu góðu snúðana og kleinurnar eða það dottið út? Hvernig hefur þetta þróast? Það reyndar, ég alltaf inni þessa kleinurhingir og kleinur og vínabrauðin og þetta venjulega. Héðinsbólurnar í eini bakar á landum sem framleiðir. Það hefur alltaf verið frá byrjun. Svo bætir maður við, súrdeigsbrauðin komin inn, það komið annað tegundir, annan tískufyrirbrigði. Annars hefur þetta bara verið það sama frá byrjun og gamlu góðu uppskriftirnar, þær duga og þær bara eru vinsælar. Fólk vill fá sitt gamla góða brauð og vínabrauð og snúða. Það oft talað að líf bakarans sé nú ansi erfitt og þurfur alltaf að vakna svo snemma. Byrjaði fyrir allar aldir? Já, við byrjum hérna korter í 5 og það unnið bara þangað til allt búið. Fólki vinnur svona 8 til 10 tíma á dag og ég hérna alltaf sólarhringinn. Kona sér mig stundum ekki. Ég fer að heiman þegar hún sefur og ég kem heim þegar hún sofandi. Það vandamáli við að vera bakari. Það langur tími og þú átt hlutinn og vilt láta ganga og ég þjóna öllum. Það alltaf að vera að kappa og ég segi aldrei nei. Það ekki til, þetta orðatiltæki nei hjá mér og ég segi bara já og ég redda því. Hvað viltu segja við ungt fólks til þess að hvetja til að fara í bakaræðinina? Í bakaræðin í dag, áður fyrir þurftu menn að vinna hérna, byrja klokka 3 og eins og ég gerði það og byrjum alltaf 3 hérna áður fyrir og ég byrja miðnætti. Í dag þetta miklu auðveldara í dag. Þetta miklu meira vélar og frystihefskapar og við erum komið tölvubúnað og annað og frystingu. Við erum að framleiða í frost en ekki að laga á morgnana og djöflast eins og villisingar til að ná því fyrir hádegi. Þetta miklu auðveldara fyrir fólk að fara í bakstur í dag og þessar yngreinar sem í dag matagerð eða heldur en var. En hvað svona stæðsti dagurinn hérna í Sigurjóns bakarí á hverju ári? Það ekki bolludagurinn. Ég alltaf, síðasta bolludagurinn var bara alveg klikkað. Ég hef bara ekki fikið framleitt. Jú, ég held að það yfir 15.000 bollur hann á helgi. Það var rosalegt, mikið. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. FS var með opið hús fyrir vinnuskólan síðastliðinn mánudag þar sem 9. bekklingar í vinnuskólanum gátu komið og skoða hver í boði í FS. Ég fór þangað og talaði við nokkra krakka sem höfðu bara jákvæða hluti að segja þetta. Af hverju ertu hérna í dag? Já, ég með vinnu í vinnuskólanum og öllum var búið að koma hérna í dag. Fá að prófa svona hvernig það að vera í framhaldsskóla og prófa að vinna. Og hvað ert þú búinn að vera að gera hérna í dag? Ég bjó til ljós og það hægt að kveikja og slökkva á því og svo erum við núna búið til tening úr rafmagni. Hefurðu mikinn áhuga á þessu? Mér finnst þetta áhugavert en ég drullu lélegur í þessu en ég ekkert að fara að gera þetta í framtíðinni.
Já, þannig er vinnuskólinn eitthvað að hjálpa þér að finna út hvað þú vilt verða svona stór? Já, ég að vinna á leikskóla mitt núna. Ég veit ekki alveg hvort ég vil vera það í framtíðin en þetta alltaf möguleiki. Og hvernig verður svo sumarið? Já, ég að fara til Spánar eftir 1 viku, körfuboltamót með liðinu. Og svo eftir það þá ég að fara að vinna út í bæjarvinnunni aftur. Af hverju ertu í dag? Ég endalega í bæjarvinnunni sem að, bæjarvinnan býður upp á að við förum í 2 daga og við erum bara svona að kynnast fjölbraut. Það fyrst. Og hvernig verður sumarið þitt? Bara mjög einfalt. Ég ekkert að fara að gera eitt sérstakt. Örugglega bara æfa mig fyrir næsta skólaár því að ég endalega fyrir 10. bekk og ég vil reyna að standa mig vel og bara hafa gaman. Og hefurðu mikinn á þessu? Sem ég að gera hérna? Já. Bara, já, eiginlega. Bara svolítið mikinn áhuga. Þetta alveg mjög, maður lærir mikið á þessu. Og vinnuskólinn að hjálpa þér að finna út hvað verður svona stór? Já, svo sannarlega. Þetta sem að þau bjóða upp á hérna, þetta hjálpa manni rosalega mikið að finna út bara hvað maður vil verða ef maður óákveðinn. Hvað vilt þú verða þegar þú svona stór? Ég ekki alveg búin að ákveða mig en mér langar að taka stúdentsprófið og vinna bara svona með fólki. Þá kannski á elliheimili eða ég upp í 88-húsi með krökkunum eða eitthvað svoleiðis. Hvað verið að bjóða upp á hérna í dag? Það verið að bjóða upp á í hárinu, í textil og fatahönnun, í rafmagni og húsasmíði. Og eru krakkarnir búin að vera að fíla það? Já, ég get ekki séð betur. Þau hafa mætt mjög vel og verið mjög virk og tekið þátt. Það mjög skemmtilegt. Og fyrir hvaða krakki þetta? Þetta er vinnuskólinn og þetta eru krakkar í 9. bekk sem voru að klára 9. bekk. Verður þetta aftur í boði næsta ári? Ég gerir ráð fyrir því. Þetta er annað árið sem við bjóðum upp á þetta og þetta hefur tekist mjög vel. Það er gott fyrir okkur að geta kynnt skólan okkar og verknámi sem fer fram hérna. Er þetta búið að fá góð viðbrögð? Já, ég held að við séum bara ánægð með þetta. Tilbreyting fyrir þau líka. Vinnuskólinn býður samt einnig upp á að krakkar geta unnið í leikskóla. Ég fór í Gimli í Njarðvík og talaði með nokkrar stelpur sem eru búin að vinna þar í þetta sumar. Hvað er þetta komið til að setja að vinna á leikskóla? Ég hef bara alltaf haft mikinn áhuga á börnum og allt sem tengist börnum. Bara frá að ég var mjög lítil. Bara ég hef áhuga að vinna með börnum og það er skemmtilegt. Og af hverju ertu að vinna á Gimli? Ég bý hérna í nágrenninu og síðan á ég 2 yngri systur sem eru hérna. Ég var á Gimli sem barn og ég bý bara hérna í hverfinu þannig að það kom ekkert annað til greina. Af hverju varst þú valinn? Ég er ekki alveg viss. Ég sótti bara í vinnuskólanum og svo talaði ég við Kæju og hún sagði bara að ég væri velkomin hingað. Og er gaman að vinna hérna? Já, mjög. Börnin eru mjög ólík og skemmtileg og þetta er bara mjög skemmtilegt og krefjandi starf. Og ætlar að vinna allt sumar að tekur eitthvað frí? Ég er að vinna á A-tímabili sem er 4 vikur. Og er þetta eitthvað sem þú vilt gera í framtíðinni? Já, ég er enda búin að stefna á annað en ef ég hef ekki áhuga á því þá get ég alveg, já. Og er þetta ekki góður undirbúningur? Jú, þetta er mjög góður undirbúningur, mjög. Já, ég get alveg hugsað mér að gera þetta. Og finnst þetta ekki góður undirbúningur? Ekkert smá, virkilega góður undirbúningur fyrir þá sem að vita ekki alveg hvað það ætla að gera og vilja kannski prófa þetta og bara frábært að leyfa Reykjanesbæ að leyfa krökkunum að prófa. Og mælið svo með þessu? Algjörlega, mælið bara fyrir alla. Hvernig er að hafa svona unga stelpur með ykkur að vinna? Það er bara mjög skemmtilegt að gefa þeim smá innsýn inn í leikskólalífið og hvernig leikskólakennarar vinna. Að þá er þetta kannski líka gaman fyrir þær ef þær hafa hug að því að leggja þetta fyrir sig. Okkur vantar leikskólakennara. Ungt fólk, hvort sem það er drengir eða stúlkur, að þá er þetta frábær tími einmitt að fá að upplifa það hvernig er að vinna með svona ungum börnum. Og voru margir sem sóttu á þessu ári? 6 stúlkur. Það hafa ekki verið svona margar eins og núna. Og fá allir að koma? Já, við reynum að verða við því. Því það er svo mikilvægt að leyfa þessum stúlkum að kynnast leikskólastarfinu. Og erum náttúrulega að vona að við fáum sem flesta í þetta nám, því það veitir ekki af. Og eru alltaf stelpur sem sækjum eða eru líka strákar? Það eru strákar líka, en í ár voru það eingöngu stelpur sem sóttum að koma á Gimli. Og eru stelpurnar sáttar eða finnst þeim þetta gaman?
Finnst þeim gaman? Já, ég get ekki séð Mikið gleði, jú, það er taka þátt í öllu og bara, þú veist, fylgja okkur, kennurum. Og er það duglegar? Já, það er ekki duglegar, en skiptir máli líka að fá góða leiðsögn og góða leiðbeiningar. Þetta náttúrulega unga stúlkur og það skiptir máli hver með þær og hvernig við erum að leiðbeina þeim. Og sjáum við að hafa þetta líka á næsta ári í boði? Þetta búið að vera í boði undanfarin ár. Vinnuskólinn hefur haft samband við okkur og þetta búið að vera bara síðustu held ég að mig minnir 6 ár sem við hefum verið með alltaf einhver sem kemur frá vinnuskólanum. Og mikið líka af þessum sem að hafa verið í leikskólanum hjá okkur áður. Það er svolítið skemmtilegt líka. Og er vinnuskólinn er þetta bara hjá Gimli, er þetta aðri leikskóla líka? Aðri leikskóla líka. Og voru þessar 6 sem sóttum, voru þær hjá Gimli? Sko, þær voru 5 af þeim hafa verið á Gimli. Og já, það er svona freka það sækja að vera í sínum gamla leikskóla. Það er nú oftast þannig. Og eitthvað að lokum sem við viljið koma fram? Bara hvetjum ungt fólk til að kynna sér betur leikskóla, bara starfsemi og því okkur vantar svo inn í okkar stétt. Frábært ungt fólk sem myndi vilja koma og starfa með okkur. Við þakkum fyrir áhrifið. Minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum stöðugt að gefa út vikulegt fréttablað sem kemur áfram út vikulega og við erum með fréttir á hverjum degi á vaff.is og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Núna gólftíðin að komast í hámæli. Veðrið að batna. En þið getið séð eldri Víkurfréttir á tímarit.is en við viljum líka biðja okkur að hafa okkur í huga. Sendu okkur ábendingar gott efni í okkar miðla. Við þökkum fyrir okkur að sinni. Verið sæl.